Í Sveinbjarnargerði skammt frá Akureyri lítið en öflugt fjölskyldufyrirtæki, Grænegg. Þar eru í forsvari systurnar Heiða og Halldóra Hauksdætur. Grænegg hér, í hverju felst starfsemin í ykkur? Þið eru að framleiða egg væntanlega? Já, við erum að framleiða egg og þegar svona mest þá erum við með svona 11.000 til 12.000 hænur, varphænur sem að sem á framleiðslan okkar svona 200 tonn á ári, svona það bil. Þannig að já, og við erum með frjálsar hænur lausagöngu. Það sérstaðan? Já, það sérstaðan. Og starfsmannafjöldin hér á staðnum Við erum nú, hann svolítið rokkandi. Við erum kannski svona 3 til 5, eitthvað svoleiðis, en ég myndi segja að þetta væri kannski stöðugildi, 100% stöðugildi 3 einstaklingar, eitthvað svoleiðis. En við erum alltaf búin að vera í gífurlegum framkvæmdum og það kallar auðvitað á meiri mannskap. Þannig að, já. Þetta er mjög góð starf fyrir 2 fjölskyldur að reka, eins og við höfum komið okkur. Hér sérst uppeldishúsið. Hér erum við að ala unga upp frá bara dagsgömlum. Þessir eru nú orðnir mánaðagamlir. Láta það vita að við séum að koma. Hérna eru ungarnir mánaðagamlir og hér eru þeir í cirka 4 mánuði þangað til að fara detta í varp. Við trúum því hér að þær eru svo gæfar. Þú sér þær bara koma hérna til okkur. Ég man eftir því sem krakki, maður elst upp við það að hænur eru í búrum, að þær voru oft svona styggari og stressaðari og það er allan mín upplifun að þeim líður bara afskaplega vel. Þeim finnst náttúrulega mjög gaman að vera svona á setprikum. Og svo baða þær sig í kurlinu á gólfinu. Hænur eru bara ótrúlega skemmtileg dýr. Við erum sérst með 11.000 hænur, varphænur, og í 2 húsum. Í 4 hollum. Annað húsið sérst og svo annað alveg bakvið. Og úr þessum húsum eru sérst færibönd. Hænurnar okkar verpa í svokölluð hreiður og undir hreiðrinu færiband. Eggin rúlla áfram og eggin fara sérst á þetta færiband og inn í svokallað pakkhús. Þar sem að eggin í rauninni fara í gegnum þvottavél og svo eru þau þurrkuð, fara í gegnum lýsingu og svo eru þau vigtuð eftir stærð. Það eru 2 fóðurkíló. Þetta er maturinn sem að hænurnar okkar fá. Þetta er sérst annað varp hænuhúsið. Hérna eru sérst unga húsið þar sem við erum með uppeldið. Þær fá náttúrulega fóður líka, eru með sérstakt unga fóður. Svo eru náttúrulega önnur fóðurkíló fyrir hitt varp hænuhúsið. Já, hérna erum við inn í kælinum, inn í þessu svokallaða pökkunarhúsi. Hérna fara eggin okkar í kæli eftir að búa að tína í bakkana. Nú þetta eru aðrar umbúðirnar okkar. Hérna er þessi fjölskyldumynda okkur og hérna er íslenska hænan. Já, hún er náttúrulega ekkert íslensk, en heldur á íslensku eggi. Það sem við viljum svona benda á þetta sé íslenskur landbúnaðarafurð. Ég er alin upp hérna á svæðinu, hún er 11 árum yngri en ég, systir mín, þannig að við flytjum til Reykjavíkur og svo komum við aftur tilbaka hingað og ég ætlaði mér kannski aldrei að vera í svona hænsnabúskap, en maðurinn minn var svo hrifinn af þessu og hann er smiður og hann sagði bara, heyrðu, nú bara leysum við pabba þinn á hólmi, nú tökum við þessu. Og við erum búin að vera alveg einstaklega bara farsæl hérna og bara ef það væri eitthvað vandamál þá að fólk bara líkar við vörun okkar og það kaupir eggin okkar og ef eitthvað þá frekar að okkur vanti egg.